Hún hingað komin, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin. Takk fyrir. Þið eru í kjaradeilu við Samtök atvinnulífsins, eins og frest hefur við það. Kjaradeila Eflingar, eins og þetta heitir. Já, ég tekja til því að það alltaf eins og því séu með, þau voru nú að tala það hérna með olíufélögum, hvernig þau geta stillt þessu upp. Eins og því séu að setja olíudreifingu hættu en ekki þau með því að borga svona lág laun. Haldið þið náið góðum árangri út úr þessari baráttu? Já, ertu þá að meina út úr endanlegu niðurstöðuna? Þetta endi vel? Já, ég held að þetta endi vel. Ég held að staðreyndir muni svona óumflýjanlega fara að verða of margar og svo staða sem upp komin, hún muni verða til þess að menn komast niður á jörðina. Það þá Samtök atvinnulífsins? Já, og átta sig á því að þeir auðvitað bara þurfa að gera Eflingarsamning við Eflingarfólk. Nú erum við búin að fá samþykta þessa verkfallsboðun á þessum hótelum, Íslandshótelum, þrátt fyrir algjörlega fordæmalausar kringumstæður í kringum það allt saman, þá tókst það samt og það fólk sem að það auðvitað greiddi atkvæði sýndi mikið hugrekki. Í dag þá fóru félaga mínir úr samninganefnd og hófu heimsóknir á hin hótelin sem að nú sem sagt verður næst gengið til atkvæða hvort að það eigi að verða verkfall og þau sem einu sinni hétu Icelandair hótel eða Oftleiða hóteli og það allt saman. Já, og þetta fannst í nýja hótel Edition nýri bæ og þar náðu tali að fullt af Eflingar fólki þannig að þeim var ekki meinað að koma inn og þar var stemningin bara mjög góð. Svo eru það bílstjórarnir? Mikið hugur í fólki. Svo eru það bílstjórarnir og við höfum verið að funda mikið með bílstjórunum og erum með mjög öfluga talsmenn þeirra í samninganefndinni sjálfri. Þannig að ég hef ekki nokkrar áhyggjur af því að atkvæðagreiðslan þar fari ekki vel. Það er undarlegt að verða vitni að því aftur og það er alveg sama hvað við segjum, þá einhvern veginn læt valdastéttin eins og við séum ekki tengslum við Eflingarfólk. Þannig að þetta erum við mjög miklum tengslum við Eflingarfólk og við myndum aldrei tefla svona djarft, við myndum aldrei fara af stað í atkvæðagreiðslur nema að við værum nokkuð vissum að það væri svo sannarlega vilji til þess að fylgja því. En alveg sama hvað það kemur oft í ljós láta menn alltaf eins og það sé ekki raunveruleikinn og haldabenni minn verður trillingslegri í lýsingum á því sem að nú heitir forista Eflingar sem auðvitað ég. Þú sett vanstilt. Ég sé vanstilt og ég sé á flótta undan félagsfólki og þetta er svo áhugavert og það er sama hvað oft við birtum myndir af þessum stóra glæsilega hóp fólk sem að augljóslega brennur á metnið og hollustu fyrir félagið, auðvitað fyrir sig sjálft, fyrir félaga sína. Það er samt alltaf bara ég og ég held að þetta sé náttúrulega bara stéttahatur, stéttaandúð yfir stéttarinnar. Kúarinn hatar hérna kúuðu alltaf meira en þeir hann á endanum og svo er þetta bara rasismi, útlendingahatur, lálaunakonu hatur, hatur á verkalýðnum sem að spilast út með þessum hætti að það er alveg sama þó við séum mörg þá er það samt alltaf bara þessi þarna eina kona. Og þetta er vegna þess að það er því að trúa að þetta fólk láti narra sig út í ykkur vitleysu. Já, það... Þú sett svona eitthvað svona Rasputín. Já, það er mögulega það og svo líka bara þau eru bara ekki, yfirstéttin, valdastéttin er bara ekki vön að þurfa einhvern veginn að upplifa og sjá þetta fólk. Og ég held mögulega þau séu orðin svo forhert og þau séu búin að príla svo langt upp í forréttindaturninn sinn að þau séu bara í alvöru, bara slegin einhverju blindu, Ég held það. Og trúa að þau séu svona eins og börn? Já, þetta er alveg magnað að verða vitna af þessu, Og hugsaði þér, ég ætla samt að segja núna eitt í viðbót og svo máttu halda áfram að spyrja mig. Það er bara svo ótrúlega áhugavert allt sem er að spilast út. Svo áhugavert þegar svona stétta átökin verða svona skýr, og þess að svona antagonismin bara sést með svona ótrúlega skýrum hætti og allar þversagnirnar og allt svona bara afhjúpast. Ekki eitt einasta skipti hefur verið haft samband við mig af fjölmiðlafólki til þess að fá að tala við til dæmis einhverjar
einhverja manneskjur úr samninganefndinni, einhverja aðfluttar konur, ég hef ekki verið beðin að gefa upp eitthvað svona kontaktinfo þekkja, ég myndi gera það. En nú sérst búið að vera að hafa mikið samband við Eflingu og við mig til þess að reyna að fá kontaktupplýsingarnar hjá olíubílstjórunum. Því þú veist, þá eru náttúrulega allt í einu komin einhverjir menn, mögulega sem er hægt að tala við, fældi hvað ótrúlega skrítið. Þetta í alveg, þetta í fyrsta skipti. Síðan að ég tók fyrst við, þar sem að þetta er að gerast. Það var kostuleg frétt á RÚV, held ég, fyrir 2 kvöldum, þar sem að var talað við félagi Eflingu sem er hér í strætó. Sem að var ansnúin verkfall í hótelferna. Heldur að það hafi verið talað við það þegar hann var í kall? Já, mögulega. Ég er ekki að grínast. Allan tíman með að við vorum í barðunum við borgina, aldrei neitt sem að sagði, býttu, þú veist, getur mögulega komið í sambandi við einhver trúnaðamann í leikskólum eða eitthvað svoleiðis. Gett einasta skipti. Þannig að fjölmiðlarnir sem eiga að vera fulltrúar okkar í að upplýsa okkur hvernig veröldin er, að þeir hafa ekki áhuga á því að heyra raddir þessar fólks. Nei, þetta er mjög skrítið. Það er mjög skrítið að upplifa þetta. Allt saman. Það var líka komið fram fólk svona, Ásmundur Stefánsson kom fram og fannst ykkar bara að vera vitlaus. Lára Vaff Júlíusdóttir var á Stöð 2 í kvöld. Taldi að þið myndu tapa öllum þessum málum. Að sjálfsögðu taldi hún það. Og það má vel vera að svo fari. Já. En nú er þetta ekki svona, þetta er ekki hluti af SA. Hvað veldur því að hvað er það að segja, svona álitsgjafar koma fram og tala svona ákveðið gegn ykkur? Já. Hlustar á Ásmund Stefánsson? Ég las það sem hann hefur verið að segja. Það var nefnilega svo áhugaverð í upphafi. Nei, mér langaði ekki að gera það. Svo er ég líka afskaplega upptekin vegna þess að þrátt fyrir það því sem heldur fram ég sé á flótta undan fjölfólki Eflingar, þá eyði ég mjög miklum tíma einmitt með fjölfólki Eflingar og hef ofta ekki tíma til þess að gera margt annað. En ég ætla að segja að ástæðan fyrir því að þetta fólk er tilbúið til að koma svona fram og ástæðan fyrir því að Mogginn finnur hann fyrst, hann gamla kall og svo er honum pluggað áfram, hann fær þetta rosalega plás, er svo að þetta fólk og þau sem að fara með völd í þessu landi, þau trúðu því að það væri komin bara svona endanlegur svikafriður, að sagan hefði endað, að það yrði aldrei aftur róttæk herska og stéttabarátta, að það væri bara búið að ná einhverju svona jafnvægi, að það væri hægt að tryggja það að í forystu eins og Eflingar væri ávallt fólk sem að skildi að stöðuleikan skal alltaf dömpa ábyrðina á honum á lálunafólkið og svo framvegis og ég held að þau hafi raunverulega trúað þessu, ég held að þau séu fórnarlömb eigin heimskulegu sínar á söguna og svo auðvitað er það erfitt fyrir þau að sjá að sagan endaði ekki þegar að þau töldu að hún hefði gert það og að réttlætisbarátta efnahagslegra kúas fólks heldur auðvitað bara áfram meðan að kúunin er til staðar þá auðvitað verður harðari þegar kúunin verður meiri. Já, alltaf berjast gegn henni, það er bara partur af mannlegu eðli og þau heldur líka nú er ég auðvitað bara hér að alhafa yfir þessa stjætt, þessa forréttinda stjætt sem að hér stýrir öllu. Þau heldur líka með því að hafa þennan aðgang að aðfluttu verkafólki, þá myndi það hjálpa þeim mjög mikið í þessari útópíu sinni sem er dystopía fyrir hina. Eins og þú hefur nú sjálfur oft bent á þá náttúrulega langstærstur hópur, verulega stór hópur innflytjenda sem hafa til dæmis engan kosningarétt, hafa engin lýðræðisleg réttindi í þessu landi, jafnvel þó þau hér keyri áfram hagvöxtinn, borgi skatta og svo framvegis, þá hafa þau takmörku lýðræðisleg réttindi. Þannig að það líka auðvitað gerir það verkum að áhyggjur þínar af því hvort að það komi einhvern manna skuldadögum fyrir þig og aðra meðlumi yfirstéttarinnar og þá er ég að meina bara í þeim skilningi að þú þurfir svona aðeins að fara að deila með sanngjarnari hætti af gæðunum. Þú veist, það verður líka einhver svona hugmynd að skekkja hjá þeim með það, að frjálst flæði vinnuafls myndi einhvern veginn líka bara geta svona settla þessar spurningar,
og að fólk Þannig væri við heldum meira stéttakúnin áfram en við Já. gerðum það bara gagvart fólki sem að skipta engu máli. sem að skipta bara einhver máli og væri hvort sem alltaf bara eitthvað að fara aftur og þau myndi ekki festa rætur hérna og svo framvegis. En þá er þetta að lýsa sko bara stórkostlega hörnum samfélagsins. Ég er Það ástand í dag sé bara, ef þú heldur að segja eins og 1980 eða 1990 þá er það bara alls ekki svo. Það er bara ég er í miklu verra. samskiptum, ég náttúrulega sjálf vann inn í hrörnandi velferðarkerfi mjög lengi og kynntist þar konum alls þar á heiminum, stórkostlega merkilegum og duglegum konum, íslenskum og aðfluttum sem heldur þessu öllu gangandi fyrir lögin sem eins og auðvitað margótt hefur komið fram voru smánarlega öllu leyti og svo þegar ég tek við sem formar þá fyrir náttúrulega að kynnast bara alltaf meiri og meira fólki og stærri hóp og það er þannig að fyrir ótrúlega stóran hóp eflingar fólks þá eru aðstæður óbæðlegar og það skiptir ekki máli hvort að þú ert á opinbera eða almenna markanum. Það er aðstæður sem að bíða fólks, þau launakjör, álægið og svo framvegis eru bara, þú getur ekki það gæti engin manneskja, einu sinni ímyndar sér hvað þetta mikið bull. Lýsingarnar til dæmis á vinnuaðstæðum olíubílstjórana fyrir einhverju, ég get ekki lýst í nákvæmlega hvað lengur síðan, þú veist, þá voru vinnuaðstæðurnar þar til dæmis betri en þær eru og þær hafa versnað mjög, bara álagið, þú veist, fólk að axla svo ógeðslega miklu ábyrgð í vinnunum og svo ótrúlega miklu álagið og það þrengt svo það er svo markviss vilji til þess að bara kreista einhvern veginn allt út úr fólki til þess að geta borgað eigendunum hærri arð. Já, bara hafa aðgang að því bara sem einhverjum svona vinnuhestum. Í dag var ég á fundi með konum, eiginlega allt konur á einu af hjúkrunarheimilunum og það er bara það nákvæmlega sama og margar þeirra búin að vinna þarna mjög lengi og þess að þú veist aðstæðarnar þarf að versna svo mikið á síðustu árum. Og þetta er ástandið sem við erum að takast á við, þannig ekki bara eru launin lág, heldur eru aðstæðarnar inn á vinnustöðunum mjög slæmar og mikið álag, fólk út taugað og hlaupum að reyna bara einhvern veginn að láta allt ganga. Svo bætur húsnæðismarkaðnum þarna ofan á, svo bætur því að hér að alveg barn í þessu landi er bara mjög kostnaðarsamt. Það sendi mér maður tölvupóst daginn til þess að lýsa yfir stuðningi við barátun okkar og hann sagðist hafa búið í Garðabænum alla sína ævi og hann sagði að hann óskaði engri mannesku þess að alast upp sem peningalaust barn í Garðabænum. Þú veist, þetta eru aðstæðarnar sem að eru í þessu landi. Ég meina, og hvað heldur yfirstéttin fólki sem að í alvöru veit ekki aura sinna tal, lifir í einhverjum frámunalega trilltum lúksus að manneskjurnar sem að þeirra lúksus hvílir á séu raunverulega ekki fólk. Hvernig geta þau alltaf verið svona hissa? Ég bara skil það ekki. Hvernig geta þau alltaf verið svona hissa og undrandi þegar að fullorðið fólk, þegar það fær tækifæri til, auðvitað, vill rísa upp og segja nei, veistu það, þú átt mig ekki, ég er sjálfstæð manneskja með sjálfsvirðingu, ég veit ég er ómissandi, ég veit að þín velsæld og þitt ríkidæmi hvílir á vinnu minni og núna ætla ég ásamt félögum mínum að sækja fram og sjá hversu langt ég kemst og þau eru alltaf, eins og þetta hafi aldrei kæst það verið mannkynssögunni og þau eru alltaf svo ótrúlega hissa og þau verða alltaf svo hvað sagði Haldur Benni mína, hún var í misboðið yfir því að við einhvern veginn syndum gleði yfir því að fólk vildi berjast. Sem er fagnuður yfir þessu sem þú ert að lýsa fólkið sem hefur verið kúað og hefur ekki heyrst er að rísa upp og finnur í samstöðu með öðrum til þess að rísa upp. Í samstöðu hvert með öðru og allt í henni er samstaða, lýðræði, fjöldi, fjölbreytni, allt í henni það er glæpur. Það sem að þetta fólk í hræsni sinni og ofríki og kúunar tilburðum stelur og gerir að einhverjum fölskum flöggum og falsku vöðum, ófriðarsúlum sem það er alltaf að kveikja á þegar það gerist í alvörunni í okkar efnislega raunverulega heimi þá trillast þau. Þvílíku viðbjóður, getum ekki horft á þetta, þeim bara misboði, það verður að stoppa þetta og það verður að stoppa þetta með öllum tiltækum ráðum, hugsaðu þér, öll valdastéttin sameinuð í trillingi til þess að stoppa það að fólk sem hann er ekki endum saman eigi örlítið betri möguleika á því. Þetta er viðbjóðslegt, þetta fólk hefur orðið til háborna skammar og ég vona af öllu hjarta að á einhverjum tímapunkti þá átti þetta fólk sá því hversu yfirgengilega sjúkleg hegðun þeirra er og það komin er á jörðina
og það átti sig á því að það á ekki þessa eyju, það á ekki þetta samfélag, það á ekki verðmætin og það á okkur ekki. En núna dregur upp línur af stéttabarátt í samfélaginu sem stór og hún verður ekki leyst í þessu verkfalli. Ykkar kröfur eru tildulega hófstiltar miðað við stöðu fólksins sem Þegar það svona að því að sumuleyti þá átökin setja enn frekar í þessa merkingu í deiluna hvað verið að kljást. Óttastu ekki það að það einhvern veginn gerir það verra, erfiðara fyrir ykkur því að einhvern tíma þurfið að leysa deiluna? Nei, einhvern tíma þarft þú að sittast niður og skrifa undir samninga móti? Nei, ég óttast það ekki og ég eiginlega áttum ekki alveg á því hvað þú ert að meina. En það er kannski bara af því að ég orðin svo, ég er búin að vera núna að vinna mjög lengi í þessu og ég er búin að eyða svo ótrúlega miklum tíma bara með samningarnar Eflingar og með bara félögum mínum. Kannski ég orðin með einhver skrítin og svo kemur einhver svona utanaðkomendur eitthvað að spyrja og skilja og mér þykir leitt ef ég er ekki að svara ná skýrt. Því að þú teknar upp átöki sem og gríðarlega mun sem á bara lífsskilyrðum Eflingafólks og þessa sem að gagnrýna. En svo kröfunnar kannski bara 23.000 krónur meira heldur en var samið í haust. Og í millitíðinni hefur komið í ljós að verðbólguna miklu meiri. Það eru nú meiri en það. Það eru hærri en það. Það sem við erum að fara fram á núna fyrir hótelþernuna launahækkun upp á 55.000 pluss 15.000 krónar framfærslu uppbót. Þannig að það eru þetta mjög raunverulega kröfur. Bílstjórarnir hjá Samskipum og bílstjórarnir hjá Olíudreifingi og hjá Skeljungi eru með sínar eigin kröfur til viðbótar við kröfugerð Eflingar þar sem að þeir annars vegar fara fram á að bónusábati sem að þeir hafa fengið verði hækkaður þannig að hann komist á þann stað að hann hafi haldist í við launaþróun. Sem svipuð og krafa sem fiskverk að fólki fekk einhver leyti í gegn í starfsmannasamningum? Já, einmitt. Og að mennirnir sem eru að keyra með stór lífshættuleg efni, risastóra farma, setja sjálfa sig í mikla hættu, að þeir fái svokallaðan ADR-bónus þegar þeir eru að keyra með þessi stór hættulegu efni sem að bætist þá við. Og þetta eru bara mjög eðlilegar, sanngjarnar kröfur sem að atvinnurekendur sjálfir ættu náttúrulega fyrir löngu að hafa verið búnir að tryggja að þarna væri þessir bónusar til staðar og þessi ábati hjá mönnunum sem að hann fylgdi bara í við launaþróun. En svo í svari því sem þú ert að spyrja þá trúi ég því og það reynsla mín að við tókum þetta félag sem var auðvitað bara algjörlega hrörnað og gagnslaust sem félag sem átti að berjast fyrir efnahagslegum hagsmunum félagsmanna og við breyttum því og erum enn að breyta því og það ekki eins og það hafi verið eitthvað sérstaklega auðvelt, ég vona ætla enginn að fara að reyna að halda því fram en okkur hefur tekist að halda því og okkur hefur tekist að breyta mjög mörgu og sá staður sem við erum á núna, hann vegna þess að við höfum náð að byggja upp traust, við höfum náð að virka félagsfólk og þeim mun betur sem okkur gengur í því, þeim mun betur mun okkur halda áfram að ganga og ég hef nú sagt þetta við þig hér áður og þetta ekki bara eitthvað mín barslega trú á að svona virki, þetta það svona sem að verkalýðsbarátta virkar. Þannig það kemur einhver hópur saman og byrjar að berjast og það erfitt og það stundum eins og þú sért Sísífus að rúlla steininum og þú ert alltaf að byrja upp á nýtt. Ég með að spyrja að því áfanganir eru kannski í ljósi svona inntaksbaráttunar. Það eru áfanganir sem eru á hverjum samningum virka kannski litlir í samhenginu. Þeir eru það í samhenginu. Hversu erfitt það er mjög að sætta sig við smákökur þegar maður vill fá bakari. Allt erfitt. Allt í baráttu fyrir verka- og láglaunafólk erfitt. Það ekkert auðvelt. Ekki neitt.
Það engin staður í þessari baráttu þar sem ég myndi koma og segja eitthvað, já þetta var auðvelt. Þetta allt erfitt. En að samanskapi þetta stórkostlega skemmtilegt og þetta stór merkilegt og að fá að eyða tíma með þessu fólki, félögum mínum, Eflingar-félögum, það merkilegasta sem ég hef nokkru sinni fengið að gera og það verður alltaf svona merkingar meira og nú erum við til dæmis með hóp af fólki meðlimir úr samninganefndinni sjálfri sem að hafa bara tekið að sér það verkefni að fara inn á hótelin fólk, Íslendingar fólk frá Póllandi, fólk frá Rúmeníu, fólk frá Kólumbíu, fólk frá Filippseyjum, bókstaflega fólk allstaðar frá Tælandi, fara saman Eflingar-félagar og ná kontaktinum við Eflingar-félagann sem starfa á hótelum og segja við erum að koma með samninganefndinni og við ætlum að útskýra fyrir hvernig þetta við ætlum að segja sannleikann, það engir hagsmunir fyrir okkur að vera að reyna að ljúga ykkur, talið við okkur, komið á fund með okkur og svo framvegis og þetta skilja stórkostlegum árangri og þetta magnað að upplifa að sé að gerast og ég held að það sé mjög langt síðan að eitthvað svona var í gangi í íslenskri verkalýðsbaráttu og já, þetta erfitt og það sést það sést líka bara á viðbröðunum og það sést á átökunum í kringum þetta, það eitthvað að gerast. Þegar við tökum svona myndir saman og við, æpum einhver slagorð stundum og stundum bara gaman og stundum sem bara í uniformi sem að hefur ekki fólk spurt hvað það setja að kaupa þess að jakka? Sem hafa spurt að því en veistu hvað stundum fólki vil bara money og það svo ótrúlega magnað að geta verið á þessum svona tveimur vettvöngum í einu annars vegar á þessi svona samstöðu svona merkilegu tilfinningaþrungnu baráttu þar sem að fólk bara raunverulega búið að tengjast þessum svona tryggðarböndum, það bara lofar hvort öðru að það ætla að standa saman og svo þessi svona efnaðslega veruleika bara eitthvað, já en svo það líka bara money og hvað minn góður, ég skil ekki og ég mun aldrei skilja hvernig fólk getur horft á þetta og ekki verið snortið og ekki hugsa, þetta bara helviti magna þannig bara allir þessir ystri hópur fólk alls staðar á heiminum bara komið saman hefur fundið leið til þess að yfirstíga tungumála örðuleika bara með þolinmæðinni og vináttunni af vopni og getur afrekað það að standa upp í hárinu á sameinuðu íslensku auðveldi og valdastéttinni og lætur ekki kúga sig. Má ég spyrja þig út frá því sem að andstæðingar þinna segja? Það getur verið til dæmis svona. Sólveig Anna Jónsdóttir hefur engan áhuga á því að semja. Hún vil bara kollvarpa þjóðskipinu. Ég sá þetta í viðskiptamorgunum að ég vildi koma á sósíalísku þjóðskipulagi, segja mennirnir sem að eru á stórkostlegum árangri í því að innleiða fasískar nálganir til þess að berja niður verkalýðsbaráttu. Hvers konar bull þetta? Hvað deleringar þetta eru menn sem annars þeir að skrifa því ég les mokkan okkur mennst þetta og viðskiptablaðið og innherja ég les allt þetta og innsýn í hugarheim þessara manna sem að þetta gefur manni auðvitað bara mjög dýrmætt viðskiptamokkin, það eru svona greinar þar sem þeir að skrifa sjálfur svona lífsnautnir sínar hvaða veitingastað, Michelin veitingastað þeir fóru á, hvaða vín þeir drukku og hvar þeir voru á skíðum í Östuríki og svo framvegis og það magnaði að lesa þetta svona eins og að lesa blogg eftir 13 ára eða eitthvað, maður bara hvað ég að lesa hérna? Flytur inn tappa mér sjálfur? Guð minn góður og svo, þetta bara, já, Sólveig Anna ætlar að koma hér á sósíalísku þjóðskipulagi sem að þýðir þá náttúrulega bara afnema einkaeignarréttinn og bara gera okkur alla öreigum og á meðan eru þeir bókstaflega að krefjast þess og ná töluvert miklum árangri í þessum kröfum sínum og margir sem að taka þarna undir, mjög valdamikið fólk á þessu landi, að verkalálna fólk sé bókstaflega svipt sjálfstæðum samningsrétti sínum, bókstaflega og þeir eru svo yfirgengilegir í hugmynda auðkisinni að nú halda þeir því fram og Lára Vafjúlíusdóttir greinilega tekur undir það, hún er líka mjög yfirgengileg í vilja sínum til þess að standa með íslensku auðvaldi og valdastéttinni að leið og ríkisstjórnarsemjari
eftir að hafa neytt mig á fund með því að setja mér afar kostum að hann myndi annars grípa til einhverja ótilgreindra aðgerða gegn mér, rétti mér pappírinn með miðlunartillögunni, þá tók hún gildi og við vorum undir friðarskyldu og á þeirri stundu, eins og hann væri guð, þá urðu allar verkfallsboðanir, allar verkfallsatkvæðagreiðslur og verkfall ólögleg svona. Þetta það sem halda fram. Þetta það sem Lára Vaff Júlíusdóttir núna að delera í fjölmiðlum að muni svo sannarlega hljóta náðir. Kynnti Aðalsteinn þetta fyrir þér með þessum hætti, að með því að leiða hann réttir þetta, að þar með væri raunverulega komið friðarskylda? Nei, hann sagði það nú ekki. En hann sagði nú ekki margt. Nú? Nei, hann bara rétti mér hann pappír. Hann var að ráðskast við þig samkvæmt lögunum, hann ber honum að ráðskast við þig. Hann segir, Sólveina, og svo rétti mér hann pappír. Var það að ráðskast við þig? Það var að ráðskast og í klukkutíma og ég veit að það einhverjir sem hugsa klukkutíma, það voru klukkutíma langur fundur, þetta ótrúlegt, síðastu fundur sem hún átti, það var nú bara 1 mínúta. Klukkutíma, þá reyndi ég aftur með miklum þunga að benda honum á það að þessi miðlunartillaga og það sem að hún innihéldi sem að væri kjarasamningur starfsgreinasambandsins við SA myndi skila því að Eflingar-félagar væru að fá alltaf 20.000 krónum lægri hækkanir heldur en fólkið í SGS-félagunum og sumir enn minna. Eins og þið hefðu sko bent á áður. Og hann ekki eitt einasta skipti. Heyrði það ekki? Hann heyrði það ekki. Hann reagerði ekki á það. Klukkan 10:38 þá stóð ég upp og þá spurði ég hann hvenær hann ætlaði sér að leggja hvenær hann ætlaði sér að opinbera þessa tillögu sína og þá svaraði hann seinna í dag og 20 mínútum seinna þá hélt hann blaðamannafund. Það var búin að tilkynna blaðamannafundin, það kom bara í morgunfréttunum. Öllum frá þessu. Það var komið í morgunfréttunum og hann væri með blaðamannafund. Já, ég vissi ekki af því. Nei. Herðu. En það ekki ótrúlegt, fyrst við erum nú hér, að ræða þessi ótrúlegu mál. Það ekki ótrúlegt að verða vitni að því í þessu frjálsa lýðræða samfélagi sem að byggir á því að hver einasta manneskja hafi borgaraleg réttindi, lýðræðisleg réttindi, að geti greitt atkvæði, megi taka þátt í því að móta það hvernig samfélagið og svo framvegis, að við séum frjálst fólk. Að sjá þessa, þetta onslaught, svo ég noti það orð. Því ég kann satt best að segja ekki að finna nógu, orð sem að hljóma nógu svona stórt og þrungið á íslensku. Gagnvart Eflingu, þetta ekki ótrúlegt? Þetta ekki ótrúlegt? Og af öllu ótrúlegu sem að hefur gerst á þeim árum sem að nú eru liðin, frá því að ég og félaga mínir voru fyrst kjörin til þess að stýra félaginu, þá þetta náttúrulega það ótrúlegasta. Og þetta er mikil saga. Hvað að þessu fólki? Hvað að þessu fólki? Hvernig geta þau lifa með sjálfur sér? Hvernig geta þau látið eins og þessi eðlilegar aðstæður, eins og það sem þau séu að gera sé eitthvað eðlilegt og að þau geti raunverulega útskýrta fyrir sæmilega normal fólki að það sé það. Það er ekki sagt ofurbelega. Þegar Aðalsteinn kynnti miðlunartillöguna, þá var eins og hann væri að bæja frá einhverju mikilli ógn og það var engan veginn hægt að skilja það sem svo að verkfalli sem var á leiðinni á Íslandshótelum einhverjum, ég man ekki hvað þessi 7 hóteli. Jú, 7. Það er bara ekki neinn efnaðslega ógn sko. Annað sem við gerst og það er fáránlegt. En það vitum við öll hvað það snýst. Hver er þá ógnin sem að þetta fólk með aðgerðu sínum gagnvart Eflingu er að verja sig eða telur sig verið að vera samfélag fyrir? Er það pólitísk ógn að það sé svo stórkostlegu skaði frá þeirra sjónarhóli að ef það myndi gerast ef fátækt fólk í Eflingu næði fram meiri launakröfum með verkvöldum? Að það sé bara eitthvað sem að gæti bara haldið áfram og völd þeirra myndi brotna niður? Já, þetta snýst það að tryggja það að Eflingu vinni ekki sigur í þessari deilu. Það má ekki gerast. Þau trúa því í alvörunni að það sé katastrófa og það verður að stoppa það og Efling neitaði að samþykkja það að það væri verk á lánafólk sem ætti að axla ábyrgð á því að halda hér verðbólgunni niðri.
hvað sem tókst ekki, aðrir samþyktu það, við sögum nei. Verðbólgan bara leiðin upp, sko. Við sögum nei, það kemur ekki til greina, við ætlum ekki að axla ábyrgðina á því, við ætlum ekki að gefa hér eftir okkar hlutdeild með öllu í hagvextinum og öllu sem að vinna okkar hefur skapað, við ætlum ekki að gera það. Og út af það gekk þetta náttúrulega. Þess vegna var allir þessi miklu hraði, þess vegna var ríkissáttasemjari með menn þarna inni lokaði í einhverjum trillingi, vansvefta og þar af leiðandi auðvitað með skertari bara ákvarðana færni vegna þess að það varð að ná þessu til þess að það væri hægt undirritasamning upp á mjög lágar hækkanir til þess að þessi tilraun, þetta leikhús gæti farið af stað og að það væri einmitt samþykki það enn á ný að hér ætti verka á lágluna fólk að axla ábyrgðina á því að reyna að tryggja einhvern stöðuleika inn í ástand þar sem að öll hagstjórn yfirstéttarinnar gengur bókstaflega út á það að valda efnahagslegum usla í lífi þeirra lægra settu. En ef þetta er leikrit, þá er þetta leikrit sem er samið af SA. Er ríkissáttasemjari fer hann bara eftir því? Er það þín upplifun? Þú hefur alltaf verið þannig. Voru aldrei sérstaklega mikið að fundum með Eflingu í Karphúsinu? Það var frestað og það voru stuttir og það var eiginlega engin alvara í... Þetta er alveg svona sérstakt umræðefni og þetta er bara sérstakur þáttur og jafnvel þáttaröð. Það var þannig að leið og SGS var búið að undirrita, þá var augljóst að það kom ekki til greina af hálfu ríkissáttasemjara að opna á raunverulegar samningaviðræður á milli Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Og svo þeir væru búin að vísa þá og þeir voru komin inn í Karphús. Það var augljóst og það var engin vilji til þess og ég treysti mig til þess að fullyrða að hann skoðaði aldrei ofan í grunninn á dýptina hvað við vorum að segja, hvaða kröfur við vorum að setja fram og á hverju okkar málflutningur var byggður og hann ýtti aldrei á Samtök atvinnulífsins. Og ekki heldur þegar þið breyttu kröfunum þarna úr langtíma samningjur í stuttansamning, svo komið þið með annað tilboð til viðbótar? Já, við komum á endanum með 3 tilboð. Hann ýtti aldrei á þau, það var aldrei sagt okkur þið verða að finna einhverja glöfu, hér verða að fara af stað alvöru samningaviðræður og þannig hefur þetta náttúrulega verið í þeim deilum eins og til dæmis borgardeilunni, hún var mjög erfið, hún var náttúrulega löng, hún var mjög lengi í verkfalli og það var þá ýtt bara á það var látið opnast til þess að það væri hægt að fara að tala það hvernig væri hægt að leysa málin. Þarna var það aldrei gert, það var aldrei nein tilraun gerð til þess. Ríkissáttasemjari aftur og aftur talaði við mig og við samninganefndina það væri svo hræðilegt að Eflingarfélagar myndu missa af afturvirkninni. Það var raunverulega hans eina innlegg og ég sagði við hann oftar en einu svona oftar en tvisvar, ég vil þú hættir að tala með þessum hætti við mig. Mér finnst þetta óviðeigandi. Við semjum þetta við kjarasamningsborðið og mér finnst óviðeigandi og sérst að flytja okkur þessar ógnir með þessum hætti. Á þeim vinnufundi sem að hann sjálfur boðaði á milli jóla og nýjárs og auglisti sjálfur í fjölmiðlum að skildi haldin. Þar kom ég og Ragnar Ólason sem er helsti sérfræðingur Eflingar í kjarasamningum og kjarasamningsgerð og sá maður sem að getur lesið félagatalið með effektífum hætti og sótt þar út allar þar upplýsingar sem að þarf að sækja út. Við komum þarna saman og vorum búin að gera það með mjög konkrétt hætti til þess að sýna fram á að þegar við værum að segja það að launatablan og nálgunin í SGS-samningnum hendaði ekki okkar fólki að við yrðum af verulegum fjármunum væri á rökum rest. Og líka það að þeir væru ódýrari fyrir fyrirtæki. Já, og það ætti að nota kostnaðamatið. Með þessu væri ekki verið að nota það eins og það væri ekki eins og verið að fullnýta þetta kostnaðamat. Ríkissáttasemjari mætti sjálfur ekki á þennan fund og ástæðan sem að gefin var þegar ég spurði var að hann væri svo upptekinn með þyrluflugmönnum sem að þá voru komnir í hús. Á sama tíma og hann aftur fór í fjölmiðla til þess að lýsa því yfir þetta verið svo erfiðast að deila bara sem að nokkru sinni hefði komið inn erfiðast að deila í manna minnum og svo framvegis
og hann hefur aldrei beðið okkur að fara á dýptina með sér í þessu máli og hann hefur aldrei knúið á það að viðsemjendur okkar þyrftu að meðtaka þessar upplýsingar með einhverjum skipulegum hætti, aldrei. Þannig að þetta rifja upp fundi. Hvernig fór 1 mínúta fundurinn fram? Ég meina, hvað bull þetta? Þetta einfaldlega svo og ef við gætum í það minnst að þóst vera fullorðið fólk í samfélagi sem að fullorðið fólk stýrði, þá myndi allir bara skilja nákvæmlega út á hvað þetta gengur. Ríkisstjórnin verður að kalla okkur í hús, þetta er mikill fjölmiðla sirkus og ég skil alveg að það séu ekkit allir sem að skilji þessar leikreglur. Það í lögum að það að gera þetta á 2 vikna fresti? Já, hann þarf að gera þetta á 2 vikna fresti og þá komum við, samninganefnd Eflingar, fulltrúar samninganefndar Samtaka atvinnulífsins. Við vorum ekki tilbúin til þess að slá enn aftur af okkar kröfum, þeir voru ekki tilbúin til þess að nálgast okkur með neinum hætti hvað áttum við þá að vera að ræða þarna. Hver sleit fundurinn? Sagði þú það bara að þengi verið veit skutt bæ? Ríkisstjórnin satt svona. Svo spurði hann, Halldór Benjamín, hefur þú eitthvað fram að færa, Halldór Benjamín? Og Halldór Benjamín segði, nei, ég hef ekkert hér fram að færa. Og þá spurði hann mig, en þú Sólveig Anna, hefur þú eitthvað fram að færa? Ég sagði, nei, ég hef hér ekkert fram að færa. Þá sleit hann fundinum. Styrstu fundur í Íslandssögun. Hvað djók þetta? Það er styrstu fundur í Karphúsinu. Veit ég hvað það sagði í Íslandssögun? Já, ég veit það. Það má vera. Íkjustillin orðin svo mikil, sko. Þá má ég alveg íkja tilbaka. Herðu, en ef við fyrir núna aðeins í haust, að þá er hluti verkefnishreyfingarinnar sem að felst á gröfu Samtaka atvinnulífsins skammtímasamning. Þið gerir það ekki. Viljið fara í lengri samning. Þegar í ljós kemur að starfsgreinasambandið er búið að semja og síðan verslunarmenn og iðnaðarmenn líka, að þá komið þið með svona útgáfu af skammtímasamningi. Þá er kannski mat flestra sem það fjölluðu að það að fara til þess að ná einhverjum meiri árangri þá verði þið að fara í átök, þá verði það að fara í verkfall til að komast upp úr þessum hjólfurum. Ég held mér að segja að Ragnar Þóra vilja lýst stöðu VR þannig að til þess að komast upp úr þessum hjólfurum að þá þyrfti raunverulega að fara í átök og hann taldi með það, VR taldi það ekki vera þess virði og ákvað bara að sætta sig við þetta. Ég vonum að verða að ná betri samvíki seinna. Þið gerir það ekki. En þegar það eru semst komin átök og komin verkfall, er þá raunhæft eða lógíst eða hvernig þú vilt orða það, að ná skammtímasamningi því að þú þarft að ná kostnaðinum við verkfalli tilbaka. En það er svo fái mánuður sem eru raunverulega til þess. Eru þið að detta inn í það að fara að því að það... Ertu að meina kostnaðinum við verkfalli fyrir félagsfólk? Já, fyrir félagsfólk og eða þá viðsemdur eitthvað þannig að þessi raun að það ná einhverjum gröfum hvort að með þessu það sé komið verkfall, þá sé komið nýtt tilboð frá Eflingu sem er þá langtímasamning eða er áfram verið að semja síðasta tilboð ykkur? Já, það er áfram verið að semja síðasta tilboð og við höfum ekki breytt því. Þannig að þó svo að þessi komin í verkfall að þá er ennþá verið að stefna fara í... Og mín reynsla af þessum sirkus sem að hér hefur verið í gangi myndi segja mér að það væri ekki skynsamlegt fyrir okkur að enda á einhver annari tímalínu en hinir, sko. Akkur ekki? Vegna þess að þá munum við lenda í nákvæmlega sama sirkus aftur. Þannig að ef við horfum bara fram á deilinu núna, þá eftir næsta haust þá myndur við vilja fljóta með... Ég er ekki að segja það. Eða þú ekki verið í samfljóti, en að vera á sömu tímalínu. Ég held að það sé betra fyrir okkur að vera á sömu tímalínu. Ég held að það sé þannig. Vegna þess að... En það getur auðvitað margt gerst. Það sem ég upplifi sem... vandamál, stærsta svona vandamál okkar í Eflingu er að almennu og opinberu eru ekki alltaf saman. Það verður best fyrir okkur. Að vera með þeim? En ef að við í Eflingu værum alltaf leið að semja fyrir opinbera fólki okkar og við værum alltaf leið laus við undan friðarskyldu, það verður best fyrir okkur. Að samningarnir á almennu og opinbera væru bara alltaf á sama tíma. Þá myndum við vera með mesta powerið. Og þá getum við... En af hverju er það ekki? Heldur að BSB til dæmis myndi ekki vilja það? Græða þau á því að koma svona eftir á það? Ég bara hef ekki hugmynd. Það hefur komið mér óvart til að ræði við óper. Ég þekki ekki dýnamíkina, ég veit ekki hvernig þau hugsa þetta og ég hef svo litla innsýn þarinn að ég treysti mér ekki til þess að segja neitt um það. Þegar ég ræddi við forystufólk opinbera starfsmanna, þá hljómaði svolítið eins og þau varu til að fallast inn á svona þennan ramma skammtímasamningin.
Þau eru búin að segja það opinberlega. Fyrst var BSRB að tala með öðrum hætti að þau vildu ekki skammtímasamninga en svo breyttu þau því. Þannig að já, þau eru þar. Ég held að stærsta vandamálið hjá þeim, hjá BSRB sé útvarsla á styttingu vinnuvikunar í vaktavinnu. Það er mjög mörg vandamál sem hafa plagað fólk þar. Styttingu vinnutíma sem er ekki gengið vel. Og við erum náttúrulega partur af svona vinnuhóp sem nú er í gangi til þess að reyna að leysa úr einhverjum hnökrum þar. En ég hef ekki hugmynd í hvernig samskiptum forysta BSRB-félagana er við sitt félagsfólk og ég satt best að segja að treystum mér ekki til þess að svara því hvernig ástandið sé inni á vinnustöðum þess fólks. Auðvitað eru margir vinnustæðir þar sem að samhengi og efling á fólk saman sko, og ég auðvitað er í samskiptum með eflingafólk þar og veit sögurnar sem að þau segja mér. En ég ætla ekki að reyna eitthvað að sjá þarna inn sko, því ég bara, eins og ég segi, hef ekki innsýnina. En varandi tímamörkina, því að það þarna samningarnir sem að SGS og verslunarmenn og iðnaðarmenn gerðu renna út 31. janúar næsta ári, þá er þetta rosa stuttu tími miðað við að það er ekki svona byrjað verkfallið. Sko. Nei, þetta er mjög stutt tími, ég veit. Þannig að ef maður verður að horfa á svona spennu að þá hlýtur þetta bara rofna einhvern veginn innan 5 vikna. Það er mikil spenna. Já, því að það er sko tími til að leysa það er árið svona sjálfstætt spennuafl í þessu. Þetta er bara allt saman alveg rétt þegar þú ert að segja. Það er mjög mikil spenna og þetta er ekki einfalt ástand. Þegar við ræddum með það síðast, þá voru að tala svona hvað ef, því að þá var ekki komið ljós hvort yrði verkfall og verið svona að reyna að horfa fram á veginn, það maður gerir oft þegar það er eitthvað sem er framundan og við nefndum ýmsa hluti, lög og verkbönn og okkur datt ekki miðlunum til það. Nei, datt ekki í hug. Vegna þess að það sem ég veit miðlunartillögur og hvernig þær hafa verið ræddar innan vébanda Alþjóðasambandsins er þannig. Og þetta verður ekki bara verið sett einu svona tvisvar bara aftur og aftur og þetta er bara afstaða hreyfingarinnar og sýn og svona sögulegt minni er að miðlunartillaga er ekki lögð fram nema að ríkissáttasemjari sé búin að eiga samtal í það minnsta alvöru samtal við báða aðila og sé búin að fá í það minnsta einhvers konar að fólk sætti sig við það getur verið á móti því en það sætti sig við að það sætti sig við það að aðstæða sig með þeim hætti þannig að nei, mér datta ekki til hugar og mér brá mjög mikið og mögulega eru einhverjir sem að hugsa með sér að það sýti marks reynsluleysi eða barnaskap en þarna var ég bara miðað við þetta sögulega minni sem að hreyfingin hefur og hvernig talað er miðlunartillögur og hvað þurfi að gerast til þess að ríkissáttasemjari leggi þær fram að þegar ég fæ símtal frá vinveittum aðila innan hreyfingarinnar til þess að upplýsa að ríkissáttasemjari sé að ræða það á göngum húsnæðis embættisins og á kaffistofunni hann ætli sér að gera þetta þá bregður mér brá mjög mikið. Og það kom líka í ljós með viðbröðum verkalýðshreyfingarinnar að matitt fyrirfram var rétt. Algjörlega. Bara verkalýðshreyfingin þolir þetta ekki. Algjörlega. Og allar þessar ályktanir sem að hafa komið, þær eru auðvitað bara staðfesting á þeirri sýn sem að verkalýðshreyfingin hefur á miðlunartillögur og verkalýðshreyfingin byggir sína sýn á sínu sögulega minni og því hvernig þetta hefur verið gert. Þú segir þekkingarleysið eða barnaskapur og vísa í sjálfa þig, en þú hefur meiri reynslu af samningum heldur en Aðalsteinn. Þú varst til dæmis í lífskjarasamningunum, þar sem hann var ekki. Sérðu mun á verkstjórninni hjá ríkissáttasemjara þá, sem að var Bryndís Hlöðversdóttir ekki, og Aðalsteinn nú? Sko, það var náttúrulega mjög mikið kaos í lífskjarasamningunum. Eins og núna? Ólík svona áherslur og við vorum rosalega sjokkeruð þarna þegar það var komið á hreint að það væri verið að fara undir þetta hversu trillt stemningin var og hversu langt var gengið í það að klippa bara einhvern veginn á möguleika okkar til þess að klára svona bara einföld sanngirnismál eins og aukin réttindi trúnaðamanna og svo framvegis. Sem var bara slegist alveg fram á síðustu mínútu. En þau vinnubröð sem svo mættu okkur þegar við vorum í borginni, í þeim þá
var hann ástráður aðstöðar ríkissáttasemjari og var með deiluna. Og svona gammalt félag í Aðalsteins, þeir voru saman í tengslu við fjármálaeftirliti þegar það var verið að reka Gunnar Andersson. Hann í það minnsta reyndist vel af því leiti að hann vann að því með mjög markvissum hætti að opna þessa glufu, finna þessa leið, hvar væri hægt að byrja að semja. Og hann sýndi okkur virðingu, kom fram við okkur að kurteisi. Sem að þér finnst þá skorta frá þetta. Sannarlega, það er engin virðing, ekki engin virðing. Kurteisi vissulega en engin virðing og hvers virði er kurteisi ef að virðinguna skortir. Þannig að og hann ástráður, hann var líka mjög góður, stóð sér vel að mínum mati. Þegar að við náðum að loka samningunum við sveitarfélögin því að þar var mikil þvermáska og mikill illvilji í okkar garð og ekki vilji til þess að gera sambærilega samningu og við höfum náð við borgina. En hann aftur stóð sér vel þar og passaði að þessar glufur opnuðust og það væri hægt að finna leiðir. Hann fær svona kreatífa hugsun sem að hlýtur að þurfa í erfiðum aðstæðum eins og geta komið upp. Ekki bara hjá Eflingu þó að augljóslega sé mikið erfiðar og krefjandi aðstæður í samningaviðræðum þar sem Eflinga er. En já. Erðu Sólveigana, ég ætla að hleypa þér. Takk fyrir, ég er líka mjög þreytt eins og kannski heyrist á máli mínu. Eins og kannski heyrist og sérst á mér. Nei, alls ekki. Ég bara veit að það er mikið að gera hjá þér. Þú nú eru atkvæðagreiðsla verkfallið. Það er málaferli fyrir héraðsdómi, það er kæra til ráðuneytis, það er kæra fyrir félagsdómi. Það er margt að gera. Það er mjög margt að gera. Atkvæðagreiðslan hún er ekki hafin, sko. Hún hefst á föstudaginn og henni líkur sama dag og verkfallin hefjast hjá Íslandshótelum. En við virðum hérna gamla kröfu verkefnishreyfingarinnar að fólk fái allavega 8 tíma hvíld. Takk fyrir. Þó ég reikni með og vinni meir en 8 tíma. Herðu, þá segir þetta gott verkalýðsmálunum í bili en höldum samt svolítið áfram með þau því að nú ætlum við að tala verðbólgu, vexti og líklega einhver liti kjarabaráttu við Ásgeir Brynjar Torfason eftir augnablik.